Rúrik Gíslason, landsliðsmaður í fótbolta, nýr velgjörðar sendiherra SOS barnaþorpanna á Íslandi og skrifaði undir samning þess efnis í dag. Sem velgjörðar sendiherra mun Rúrik leggja sitt af mörkum við að vekja athygli á starfi samtakanna sem útvega munaðarlausum og yfirgefnum börnum heimili og fjölskyldu. En SOS barnaþorp reka á 700 barnaþorpa í 126 löndum. Það sannarlega þess virði að leggja á sig langt ferðalag til að hitta kæra vini í fjarlægu landi. Auk þess að vera velgjörðarsendiherra SOS Rúrik Gíslason einnig SOS-foreldri í Malaví. Hann þangað kominn ásamt mági sínum Jóhannesi Ásbjörnssyni til að hitta styrtarbarn sitt, 14 ára dreng að nafni Blessings í SOS barnaþorpinu í Ngabo. Rúrik fær reglulega bréf úr barnaþorpinu með fréttum og myndum af Blessings sem hefur mikinn áhuga á fótbolta og dansi. Þvílík tilviljun, alveg eins og Rúrik. Jói einnig SOS-foreldri og styrtarbarn hans býr í sama þorpi og Blessings, 5 ára stúlka sem heitir Línes. Í Lilongwe, höfuðborg Malaví, hitta þeir félagar vinalegt andlit fyrir utan flugstöðina, Kristjönu Sigurbjörnsdóttur frá íslenska sendiráðinu ásamt bílstjóranum Jeffrey. Hún og forstöðukona sendiráðsins, Inga Dóra Pétursdóttir, settu Rúrik og Jóa inn í aðstæður heimamanna í Malaví sem að mörgu leyti útskýra hversu mikilvæg starfsemi SOS barnaþorpanna Þetta helviti kúl hérna. Já. Sendir á Íslands. Já. Þetta mættir. Já, við komum heim. Halló. Kúla þessi Íslands sendiráð í Malaví í Afríku. Já, það eiginlega alveg magnað. Já. Hvernig land Malaví? Hvað erum við að fara að sjá? Þið ættir að sjá alveg rosalega fjölbreytni. Þið ættir að sjá fjölbreytni í landslagi, þið ættir að sjá fjölbreytni í menningu og þið ættir að finna fyrir fjölbreyttum tilfinningum. Ég get alveg lofa ykkur því. Þið ættir að finna allt frá bara gleði, upp í vonleysi, upp í einstaka hamingju, yfir í, þú veist, að vera bara að finnast kannski, þið bara getið ekki tekið meira, en þið ættir að finna þetta allt. Og sko það sem þið líka ættir að sjá alveg ofboðslega fegurð, bæði í fólki og náttúru. Ísland búið að vera starfandi í Malaví í yfir 30 ár, í þróunarsamvinnu. Í einu héraði sem heitir Mangotsi, en það héraði enda mjög stórt, það búa 1,2 eða 1,3 milljónir í því héraði. Bara æðislegt að fá ykkur og æðislegt að þið ætlaði að sýna öðrum. Við ætlum að gera okkur besta í því. Já, og þið gerir það. hlökkum mikið til að fá að ferðast með ykkur. Skoða þetta. Ekki spurning. Og festa þetta á filmu. Já. Það ekki bara Let's go. Let's go? Já. Það bara ekkert að landbúnaði, bara áfram með þetta. Gamli fræst og góð. Já. Rúrik og Jói héldu nú til Mangotsi héraðs þar sem þróunarsamvinnuverkefni Íslands fer fram. Keyrt var samhliða landamærunum að Mósambík svo það var tilvalið að bæta einu landi við tékklistan. Geggjað að geta hakað í Mósambík boxi frá svona. Þróunaraðstoð Íslands í Mangotsi felst aðalega í heilbrigðisþjónustu, menntun, aðgengi að vatni og hreinlætisaðstöðu. Rúrik og Jói heimsóttu fæðingadeildina í Mangotsi sem var fjármögnuð af Íslandi.
Mæðradauði er mjög hár í Malaví en hann hefur lækkað helming síðan verkefni Íslendinga hófst. Rúrik og Jói voru ekki vissir að þeir vildu fara inn á fæðingadeildina af tillitssemi við verðandi mæðurnar þar, sem sumar eru aðeins 12 ára. En stjórnendur sjúkrahússins vildu fyrir alla muni sýna þeim aðstæður. Algengar afleiðingar þegar svo ungar stúlkur eignast börn er svokallaður fæðingafistill sem þýðir að þær rifna illa. Stúlkur og ungar konur sem fá fæðingafistill upplifa mikla skömm og víða er þeim hreinlega útskúfað af fjölskyldum sínum og nærsamfélagi. Örkuml og útskúfun eru oft örlög þessara stúlkna en á fæðingadeildinni í Mangotsi er hægt að fara í einfalda aðgerð til að laga þetta. Þegar móðir deyr eftir fæðingu í Malaví er algengt að hún skilji eftir sig þó nokkur munaðarlaus börn. Þau ýmist enda þá á götunni, hjá ættingjum eða ríkisreknum munaðarleysingjaheimilum en þau heppnu fá ástríka fjölskyldu og heimili í SOS barnaþorpi. Fyrir utan fæðingadeildina eru ömmur eða frænkur að elda mat fyrir mæðurnar, en feðurnir eru hvergi sjáanlegir. Mér finnst það erfitt, sko. Já, ég vissi fyrsta lagi ekkert hvernig ég átti að haga mér. Ég þorði varla að líta upp á gólfinu. Nei. Þetta sem við sáum þarna er eitt af 3 langfullkomnustu og bestu fæðingastofum í Malaví, í öllu landinu. Og Íslendingar opnaði þetta 2019. Það er ekki nema 3 ár síðan að þetta var vígt, en það er búið að fæða svo mikið af börnum þarna, þetta eru 6.000 til 8.000 börn á ári, að þetta er strax orðið eins og þetta sé gamalt. Það er bara búið að nota þetta svo mikið. Á þessu eina fæðingarheimili fæðast fleiri börn á hverju ári en á öllu Íslandi. Já, þessi heimsókn fæðingarstofuna, hún bara, ég á aldrei eftir að gleyma þessum enn í liði. Nei, aldrei nokkur tíma. Þá erum við að rúlla í grunnskóla. Skoða einn af skólunum sem að Íslenska þróunarsamvinnan undir forystu sendiráðsins hefur tekið í gegn. Þau eru sem sagt búin að lagfæra og sjá 12 skóla í þessu héraði sem Mangotsi. Það eru ekki öll börn svo heppin að geta sótt skóla í fátækustu ríkjum heims. Ef fjölskylda býr við sára fátækt er oft eina leiðin að ná endum saman að láta börnin vinna í stað þess að fara í skóla. Það hindrar framþróun og möguleika barnanna í framtíðinni og úr verður vítahringur sára fátæktar. Yfir 30.000 börn og unglingar njóta góðs af stuðningi Íslands við 12 skóla í Mangotsi. Rúrik og Jói fengu hlýjar móttökur í Kotse grunnskólanum. This is because of the effort of you people of Iceland to us Malawians, more especially here at Kotse. Í þessu skóla eru svona 7.000 nemendur og Ísland er búin að veita svona heildstæðan stuðning hérna, en ég meina það er samt bara, það fjölgar svo hratt, þannig við sjáum það er ekki skólastofur fyrir alla ennþá. Hérna eru 4 bekkir fyrir aftan sem eru að læra úti. Þannig að þetta eru skólabyggingar, það eru komið klósett, það er aðstæða fyrir nemendur með fatlanir. Kennararnir, ánægjan með kennarar hefur aukist mikið þess að þeir eru komin í viðeigandi hús, það er komið rennandi vatn
Það rafmagn á kvöldin með sólarsellum svo krakkar geti lært eftir það myrkur. Þetta er búið að breytast og breytast rosalega hratt. Af því þetta er það sem að vera að tala alltaf, bara að treysta stjórnvöldum og til þess að geta sjálfbært, pröfum þetta. Og núna í Malaví eru sko stóru ríkin farin að herma eftir okkur og þau eru að gera það í Mangótsí út af því að við erum búin að vera að gera þetta. Þannig að okkur finnst svo gaman að við sem lítil en við náum að pröfa eitthvað, testa það og aðrir koma sér inn og gera það miklu stærra. Íslenska þróunaraðstoðin í Malaví hefur séð heimilum í 4 sveitafélögum í Mangótsí fyrir drykkjarhæfu vatni og viðunandi salernis- og hreinlætisaðstöðu. Við höfum verið að styrkja héraðsyfirvöld að bara uppfylla sín plön og þeirra plön eru að hvert einasta heimili hafi viðeigandi klósett sem þá í rauninni bara, þetta heitir pitlatrín á ensku, það er þá bara hola í jörðinni en þannig að það er ekki verið að gera þarfir sína bara út af víðavangi og síðan er heimagerð handþvottaaðstaða og síðan þetta hefur gerst þá hafa bara niðurgangspestir bara nánast horfið og kólera hefur ekki komið í mörg ár sem voru mjög mikið vandamál. Það var komið að Rúrik að skoða klósettaðstöðuna í Mangótsí sem er mjög frábrugðin því sem við þekkjum á Vesturlöndum. Þessi fjölskylda er nýkomin með hreinlætisaðstöðu sem hún er virkilega stolt af. Húsmóðirinn vildi fyrir alla muni kenna Rúrik að þvo sér hendurnar. Á ég að fara á klósettið? Þú þarft ekki að taka allan pakkan en þú ferð inn og skoðar. Okay. So, Yeah. so, it's there? Yes, it's here. Okay. Shoes off? No. Það er ég er hérna á klósettinu. Maður greinilega stendur hérna á þessu. Hérna. Svo neglir maður bara hérna. Þetta er pínu lítið. Þetta er svona eins og klósetthellir. Svo neglir maður þessu hérna. Og gerir sitt. Lyktin. Já. Yeah. Very nice. Okay. Ég er að pumpa vatni úr brunnunum í fötu og þetta er bara glænýtt dæmi. Við vorum að fá vatninga fyrir ekki svo löngu síðan. Íslenska þróunarhjálpin er búin að skaffa 350.000 Malavíbúum svona vatnsbrunna, 1000 brunnar sem að skaffa 350.000 Malavíbúum vatn. Thank you very much. Let's see here. Ég fór í kjúklinginn en Jóhannes, hann þorir ekki að fá sér neyð. Já, hann ætlar að fá sér eina kók að drekka. Já, ég var ekki að fara í fiskinn. En Jóhannes, þú ætlar í fiskinn eða ekki? Ég er búinn. Já. Ég tók 3 fiska. Já. Ég er nú gæinn. Þetta er skemmtilegu kontrast sem er að eiga sér stað hér. Já. Ég er gaurinn sem að smakka allt, Já. geri allt, Já. borða allt. Já. Ég upplifði dag í gær í Malaví þar sem ég var tæpur í maganum. Já. Þannig að ég bara þoris ekki núna. Ég ætla að segja það. Ég ætla að fá mig kók. Þetta er bara virkilega gott. Ég er að vinna í þessu. Gaman að borða með puttor. Svo byrja að gera þetta alltaf. Ótrúlegu dagur. Já. Maður veit ekki alveg hvernig maður á að summera hann upp. Og það var svo mikill kontrast á milli að vera í skóla, þar sem allir krakkarnir voru gjörsamlega brosandi út af eyrum. Við gáðum þeim 4 bolta. Einmitt. Og þú finnur bara þakklætið frá þeim. Við komum í skólan og það tekið á móti okkur með þessu frábæra söng- og dansatriði. Sem var náttúrulega bara ótrúlegt. Já. Og það sem mér var svo merkilegt, það virðist alltaf vera þannig að það snýst allt hérna að vera saman, gera allt saman, styðja hvort annað, við erum bara ánað því við höfum hvort annað. Einmitt. Og mér finnst það var eitthvað svo fallegt. Skín í gegn. Já. En það var lagið eins svona við hæfi og hægt er sem að við sungum eiginlega í bílnum alla leiðina heim. Já.
We are happy to be together. 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 We are happy. We are happy. We are happy to be together. We are happy. We are happy. We are happy to be together. Yfir 21 milljón manna búa í Malaví og meir en helmingur íbúa eru ungmenni, 18 ára og yngri. Þótt Rúrik hafi lagt fótboltaskóna á hilluna fyrir stuttu, vildi hann ólmur spila fótbolta við heimamenn í Malaví. Malaví skortir ekki hæfileika, heldur frekar tækifæri og heimamenn eru sérstaklega áhugasamir fótbolta. Ascent Soccer eina fótboltaakademían í landinu fyrir ungt fólk og veitir strákum og stúlkum upp að 20 möguleika og tækifæri til að hljóta skólastyrk. Herra Jónas, við erum komin hérna í Ascent Soccer Academy. Sko eftir að hafa keyrt í gegnum sérstökustu götu allra tíma. Rosalega sem ég séð, sko. Og þá birtist þetta, bara algjörlega upp úr þurru. Þetta eina knattspyrnuakademían í Malaví. Já. Og það eru ungir strákar sem fá tækifæri að koma hérna og eiga þá á séns að fara til Bandaríkjanna til dæmis á skólastyrk. Einmitt. We spend a lot of time each year trying to find the very best youth talent from across the country. We're the only academy that scouts nationwide, and then we invest holistically into those players' lives through advanced soccer coaching, education, character development, like developing the person, and then we support them with their nutrition and the medical side as well. Akademían hefur á undanförnum árum komið 65 ungmennum á fullan skólastyrk erlendis og þó nokkri leikmenn hafa komist á reynslu hjá evróskum og bandarískum fótboltaliðum. Ascent Soccer hefur einnig komið fjölmörgum leikmönnum í malavísku úrvalsdeildina. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it. Við vorum hérna bara fyrir utan þessa veggi áðan og fátæktin og bara það sem er í gangi ótrúlegt. Þannig að þetta er alveg gríðarlega mikilvægt fyrir þessi stráka að fá aðgang á svona dóti. Well done. Það er landslýstreyja í velunni, ég ætla að vinna þetta. Ég á ekki 9. For the winner, well done, really well done. First of all, really, really well played. I can see so much talent in this group. I'd like to point out, don't underestimate being a team, like support each other. Don't underestimate being a team on the pitch as well, like tactics. Don't underestimate tactics. So really listen and focus when your coach is teaching you tactics, but just keep working hard and guys, have fun with it. You know, play with a smile. This is so much fun. Það búa 45 strákar saman í akademíunni, þar sem þeir stunda nám, æfa fótbolta og skipta húsverkunum á milli sín. Yfir 20 strákar deila einu stóru svefnherbergi. Áður en heimsókninni lauk, settist Rúrik niður með strákunum sem spurðan allt milli himins og jarðar varðar atvinnumennsku í fótbolta. Áhuginn leyndi sér ekki og það var augljóst hvert hugur þeirra stefnir. Að lokum hélt fyrirliðinn hjartnæma þakkaræðu fyrir Rúrik. Vá hvað mér þótti vænt þessa heimsókn, Jónas. Já, þetta var ótrúleg upplifun, sko. Það var ótrúlegt að sjá hvernig þeir búa og að sjá bjartsýnina í þeim. Þeir eru að fá séns sem að drengir í Malaví fá almennt ekki. Algjörlega, og þegar fyrirliðinn stóð þarna upp í lokinu og þakkaði fyrir sig, það snerti mig mjög djúpt og ég farið með þeir í gegnum ýmislegt, Jónas, en ég er ekki frá því að þetta er í fyrsta skipti sem ég sé tár á hvarmi hjá þér. Getur það verið? Ég skal játa það, ég var bara mjög hrærður að upplifa þeirra viðbrögð við þessari heimsókn. Ég finnst það ótrúlegt. Það var virkilega fallegt.
Já, hvernig svafstu? Herri, ég svaf bara mjög vel. Já. Ekkert alltaf lengi, frekar en hina dagana í túr. Við erum búin að gera mikið og vakna snemma. Keyra mikið. Keyra mikið, ferðast mikið Malaví, en núna svona, ég meina þetta dagurinn sem kannski ástæða ferðarinnar. Nú erum við að lenda í Ngabu, erum á leiðinni í SOS Barnaþorpið, að hitta styrktarbörnin okkar og alla krakkana. Já. Styrktardóttir þín, hvað geturðu sagt mér hana? Heyrðu, sko, Línes, hún fædd í september 2016, eins og Ásbjörn Gísli, sonur minn. Það einmitt svona ein af þessum staðreyndum sem maður búinn að vera að hugsa Það með algjörlega jafn gamalt barn á Íslandi, sem eitt af þessum heppnubörnum sem fæðast í landi þar sem við höfum allt til. Línes fæddist hér í Malaví og hún sem sagt eitt af þessum börnum sem hafði ekki foreldra sem gátu séð fyrir henni. Ég að fara að hitta Blessings, sem ég enda búinn að styrkja í nokkur ár. Og hann 14 ára. Áður en haldið í barnaþorpið heimsækja Rúrik og Jói strjálbýlt svæði í Ngabu þar sem fátækustu íbúar landsins búa. Fólk fast í sára fátækt sem þýðir að hver fjölskylda lifir á undir 250 krónum á dag. Þarna eru barnafjölskyldur svo fátækar að margar þeirra hreinlega leysast upp því foreldrarnir geta ekki séð fyrir börnum sínum. Þarna hafa 15% barna undir 18 ára aldri mist báða foreldra sína. Til að fyrirbyggja aðskilnað barna við foreldra sína starfrækja SOS Barnaþorpin allan heim svokallaða fjölskyldueflingu á fátækustu svæðunum. Útskýra þess fyrir okkur hvað fjölskylduefling SOS Það snýst það að hjálpa sárafátækum barnafjölskyldum úr sárafátækt, þar sem þau lifa á $1 á dag og undir því og kannski einni máltíð á dag og hjálpa þeim upp í að verða sjálfbærar. Þetta forðar fjölskyldunum frá sundrungu eða að það leysast upp og þetta svo risastórt og mikilvægt verkefni hjá SOS Barnaþorpunum að þetta hefur forðað fjölmörgum börnum frá því að enda í barnaþorpum. Eins og Aríena sagði áðan sem fékk einmitt saumavél til að geta byrjað að sauma og til að geta starta sínum eigin business. Hún sagði það sjálf áðan að við erum með þessari fjölskylduhjálp að bjarga börnum frá því hreinlega enda í vændi. Meðal afleiðinga vændis fjölgun HIV tilfella með tilheyrandi dauðsföllum og eftirstanda munaðarlaus börn. Ngabu area alone has 13,500 children who are about to lose parental care. Og þarna einmitt fjölskyldueflingin sem fjármögnuð af SOS Barnaþorpunum á Íslandi. Það má segja að þarna sé SOS ekki að gefa fólkinu fisk í matinn, heldur veiðistöng til að veiða fiskinn. Íbúar Chihuahua héraðs áttu eftir að upplifa hörmungar aðeins 3 dögum eftir þessa heimsókn Rúriks og Jóa. Fellibylur reið þá yfir svæðið með skelfilegum afleiðingum. Flóð, úrhelli og ofsavindar skullu á 18 sveitarfélögum í Suður Malaví. Yfir 70 manns létust og nærri 200.000 manns mistu heimili sín. Nokkrar af þessum fjölskyldum mistu aleigu sína, hús, uppskeru og matarbirgðir. Í Malaví 1 milljón barna að alast upp við að hafa mist foreldri, annaðhvort mömmu, pabba
eða bæði? Skammt frá fjölskyldueflingunni er SOS Barnaþorpið sem er eins og vin í eyðimörkinni. Hér er allt til alls og börnin þrífast í ástríku fjölskylduumhverfi. Hér í SOS Barnaþorpinu í Ngabu búa 115 börn og ungmenni sem einhvern tímann mistu foreldra sína en voru svo heppin að fá hér nýtt heimili, fjölskyldu, SOS mömmu og nýtt tækifæri í lífinu. 20 af þessum börnum eiga SOS foreldra á Íslandi. Það er styrktarforeldra. Rúrik hefur fylgst með styrktarsyni sínum Blessings í gegnum bréf og myndir síðustu 4 ár. Hann kom í barnaþorpið fyrir 8 árum eftir að faðir hans var myrtur. Blessings litli var þá aðeins 6 ára. So this is Blessings' house, yeah? And how many people live there? Yeah, 10 children live in that house. 10 children plus the mother, yeah? Yeah, plus the mother, that's... Það eru fáar sekúndur að ég hitti Blessings, styrktarbarnið mitt í fyrsta skipti. Og ég verð að viðurkenna að ég er mjög spenntur. Mjög svona, jafnvel dálítið stressaður bara. Blessings! Good to see you, man. How are you? Fine. Yeah? Yes. Yeah? I've heard so much about you. Me too. Yeah? That you are a footballer like me. Yes. And that you're a dancer like me as well. Yeah. Very nice to see you. And one thing also that I like, you're very stylish. Yeah. You learn from your sponsor father. No, it's really nice to see you. It's really nice to see you. So, the mother, you're the mother. Yeah. Nice to meet you. Thank you. Nice to meet you. Thank you. 10 children. And you live together in this house. Yes. And you're all dressed so nicely. I love it. Thank you so much for having me in your home. It's really an honor. I come a long way, and I'm really happy to see you. I'm really happy to see you. So good to see you, man. I'm really happy to come there and see me. I'm really very happy to see you. I hope you like me. Yeah. Wash your hands. Yeah. Thank you. Thank you. Blessings. Blessings. Það ólýsanlegt að vera hérna. Það ekki oft sem ég mjög feimin, en ég eiginlega smá feimin núna. This is local chicken. Yeah? Chicken? Yeah. The Roadrunner. An organic chicken. Organic. Oh, cool. Yeah. It's local. It's not the ones that we... Yeah. Okay. What would you like to do when you're older? When I grow up, I want to be a medical doctor. A medical doctor? Yeah. Wow. To save the life of people. To save the life of people? Yeah. That's a very nice goal to have. Yeah. And I'm sure you'll make it. Yes. I'm sure you will. So, you must be a very clever boy. Yeah. I'm really proud of you for that. So I think later on, because I'm getting older, but I still like playing football. So if you want, we can play some football later on. We let the food settle a little bit and then we play later, yeah? Það hálft ár síðan Jói gerðist SOS foreldri bars í sama barnaþorpi. Þarna Línes. Styrktarbarn Jóa og fjölskyldu Línes litla, 5 ára. Hello, Línes. Hi. Hi, nice to meet you. How are you? Oh, great. Is this your bear? Wow. Yes. It's so cute. Thank you. It's beautiful. I think you
Hi. Hi. In Iceland, I have a little boy who is your SOS brother, and his name is Ásbjörn Gísli, and he is the same age as you are. See, here's a picture of him. And he told me to say hi to you. He was really jealous that he couldn't come with me to see you. Here is a little heart. This guy made for you. My son in Iceland. Yeah. So this is for luck. Þetta ótrúlega mögnuð upplifun að hitta Línes. Hún ekki búin að læra tökin á enska tungumálinu. Hún komin eitthvað áleiðis, en hún líka svolítið feimin, sem mjög eðlilegt þegar svona flokkur kemur inn á heimilið, eitthvað sem hún á ekki að venjast. En alveg er ég vissum að henni eftir að vegna vel í lífinu. En þegar þú varst þarna inni, þá fékk ég þær upplýsingar frá managerinn minn í þorpinu að Línes, hún fannst bara einhvers staðar. Mamma hennar var andlega veik, skildi hana bara eftir og hún var bara fundin einhvers staðar á Víðavangi og fyrir mjög stuttu síðan fundust ættingjar sem voru löngu búin að afskrifa hana, hélt að hún væri látin. Hvað segir? Og það einhver tenging komin á þar, bara að þau allavega vita af henni bara í öruggum höndum. Já. Þetta náttúrulega galið rugl, sko. Galið, sko. Þetta svo fyndið. Maður búin að, hefur nú nokkrum sinnum talað fyrir fram með myndavélur og svona. Já. Þú veist, maður veist, þetta skilur, maður veit ekkert hvað maður á að segja einhvern veginn og þetta skrítið, sko. Þetta mjög skrítið. En þess þó heldur, það sem maður getur gert bara að leggja eitthvað til, styðja við þetta starf. Það kostar ekki mikið á íslenska mælikvarða að gera svakalega breytingar þetta niðurfrá. 3.900 krónur á mánuði, gefa þér menntun, þak yfir höfuðið, algjörlega, mat. Hugsa þér, finnst bara svona stúlkubarn einhvers staðar bara... Einmitt. Þökk sé SOS, þá þetta bara að bjarga svona stelpu. Heldur betur. Mér skilst að ég sé að fara að læra einhverju að dansa. Já, það Ég held að það sé næsta mál. Af hverju, hefur þú eitthvað dansað? Nei, þess vegna sagði ég ætla að fara að læra að dansa. Are you ready? Yeah! Are you ready? Yeah! That's what I wanted to hear. All right, let's dance. Kannski næði ég að tróða mér einhvern veginn á þinn. Það það ekki fyrsta skipti. Swag er þetta með. Já. Þetta svo geðveikur dans. Ég að fara að læra, sko. Ég get alveg sagt þér að vera 14 ára að dansa svona, það ekkert auðvelt, sko. Vá, maður. Jæja, ég veit ekki hvort ég hafi upplifað aðra eins daga. Þetta ótrúlegt. En það komið að endalokum þessarar heimsóknar í barnaþorpið og það sama og ég sagði einhvern tímann áðan. Maður svona eiginlega hálf orðlaus bara. Og bara þessi ferð, almennt auðvitað, því það svo rosalega mikið af svona highs and lows í þessu. Já. Hérna erum við á stað sem
algjörlega til fyrirmyndar. Heldur betur. Og fólkið býr í sæmandi húsum og viðöryggi og getur farið heim til sín og veit að það fær mat. Það rosalega einfalt að gerast SOS-foreldri. Það rosalega einfalt að gerast fjölskylduvinur SOS Barnaþorpa. Þetta gert á nokkrum mínútum. Ég hvet fólk til þess að finna rými fyrir þessa fjármuni og ráðstafa þeim hingað. Ef það mögulega getur. Hér rauninni virkilega gott stað. Og ekki bara hér, heldur út allan heim. Já. Og ég tek undir í sorg með þér. Og það rosalega snertir mann að hafa séð þetta svona frá fyrstu hendi. Og ég held líka að fullt af fólki heima eru ekki styrktarforeldrar vegna þess að kannski veit fólk bara ekkert almennt af þessu. Algjörlega. En við erum hérna til að búa til smá umtal og áhuga. Og ég vona svo sannarlega að það skilir sér heim. Og eins og Jói segir, þá bara hvetjum við alla til að taka þátt í þessu verðuga verkefni. Já, þið verðið að trúa okkur, vegna þess að ég get lofaði því ef allir Íslendingar fengu tækifæri á því að koma hérna, sjá þetta, þá eru 360.000 styrktarforeldrar á Íslandi. Það væri nákvæmlega allir. Það 100%. Já. Það 100%. Það bara svoleiðis. Hæfileikar Blessings í fótbolta heilluðu Rúrik mikið og þau skilaboð voru látin berast til fótboltaakademíunnar Ascent Soccer. Rúrik, ég var að fá skilaboð frá Braga niðri í Malaví. Það búið að samþykkja Blessings inn í Ascent Soccer. Nei! Ertu að grínast? Á reynslu? Á reynslu í viku og þau skilaboð fylgdu að það vantar akkurat markmann á hans aldri. Ertu að grínast? Hver geggjaði það? Blessings hefur fengið dýrmætt tækifæri og ákveðið hefur verið að hann fari á viku reynslu til Ascent Soccer í næsta skólafríi. Kæru SOS styrktarforeldrar, ég og Blessings, styrktarsonur minn, viljum þakka ykkur kærlega fyrir stuðninginn héðan úr Barnaþorpi SOS í Ngabu í Malaví. Rúrik og Jói kveðja börnin eftir viðburðaríkan dag í Barnaþorpinu í Ngabu, þar sem lífið heldur áfram sinn vanagang. Rúrik og Jói hafa séð hvað smávægileg aðstoð frá Íslandi getur breytt miklu í Malaví. Börn og foreldrar þeirra í sára fátækt í Ngabu horfa fram á betri tíma með aðstoð fjölskyldueflingar SOS á Íslandi. Í Barnaþorpinu eru börnin ánægð því þau eru saman.